Komið þið sæl til að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni ætlum við að fjalla nýútkomna bók sem heitir Villikettirnir og vegferð VG. Það er Jón Torfason sem að skrifa þessa bók en hún fjallar meðal annars það sem að þingmenn hafa að segja úr vinstri grænum sem að gengu burtu og gengu undir nafninu Villikettir. Þeir voru kallaði Villikettirnir af forsætisráðherra þáverandi og það má segja að þessi bók verði til í kjölfar þess að Steingrímur J. Sigfússon gaf út einmitt bók og þar sem að hann lýsi sínu starfi sem ráðherra og þingmaður í fyrri ríkisstjórn og margir sem að gagnrýndu framsetningu hans þar en þannig kom í bók sem að minnstakosti kemur með eitthvað svar við því sem þar kemur fram. Atli Gíslason er einn af þeim sem að varinn á þingi og hefur lagt sitt að mörkum til þess að þessi bók hafi komið út núna sem að Jón Torfason skrifaði. En við ætlum líka að tala við Atla Gíslason fyrir alþingismann og núverandi hæstaréttarlögmann því að hann hefur ýmislegt nýútkomna skýrslu Vigdísar Hauksdóttur sem er heldur betur búin að vera í fréttum undanfarið kom fram líka sem skýrsla meiri hluta fjárlaganefndar Alþingis en hún fjallar einkavæðingu bankana hinna síðari og þar kemur fram mikil gagnrýni á störf Steingríms J. Sigfússonar þegar hann var fjármálaráðherra. Til að byrja að ræða skýrsluna. Sæl og blessaður Atli Gíslason. Já, ég nú fyrir tvær leiðréttingar á þessu kynningu. Já, farðu það bara og leiðréttu alveg svo vilt. Nú er ég búin að taka upp millinafns og heiti Atli Ingibjargar Gíslason. Nú? Já, móðir mín hefði orðið 100 ára fyrra vor og ég tók millinafnið henni til heiðurs. Já, til hamingju með það. Já, þetta var kona sem ég þótti mjög væntum í lífinu. Já. Og var miklu meira með henni gegnum lífið mitt heldur en pappa. Já. Og hitt var það að ég er auðvitað fyrirverandi alþingismaður og líka fyrirverandi hæstaréttarlögmaður. Já. Ég rættu störfum, nú er ég elli lífeyrislauna því. Já, þannig að það sem er eiginlega þú bara fyrirverandi. Já, ég er fyrirverandi. Nefn í garðirkjunni, ég er ennþá full í garðirkjunni. Þú ert ennþá í því. Já, og svo ertu núna farin að láta þetta til þín taka það sem er að gerast í þjóðfélaginu því að þú náttúrulega leggur þitt að mörgum heldur betur varðandi ég skrif þessara bókar sem Jón Torfason annaðist og hún semst komin út Villikettirnir og vegferð vinstri grænna eða VG frá væntingum til vonbrigða. Við ætlum að fara ofan í þessa bók allir en hins vegar við ætlum að byrja á skýrslu Vigdísar Hauksdóttur. Þá er ég eiginlega að tala dálítið við lögmanninn Atla Gíslason. Hvað segir það? Ég hef nú fylgst með þessu bara í fréttum. Já. En svo hafði ég reyndar samband við Vigdísi fyrir helgi eða kona mín og ég fekk skýrsluna frá henni og hefur verið að lesa hana. Já. Svolítið. Og það er margt sem að vekur þar mína athygli. Já. Og meira segja verulega athygli. Já. Og það er til dæmis þetta að verkefnið er tekið frá fjármálaeftirlitinu í apríl 2009 og fluttin í fjármálaeftirlitinu. Þegar maður lesa skýrslu þá efast ég líka lagagrundvöldin. Já. Fyrir öllum sem breytingum. Já. Ég veit ekki til þess að það hafi verið sóttar heimildir til Alþingis þegar þessum gríðarlega mikilvægu ákvarðanir fyrir Ísland þegar það búið teknar. Og það er rakið á blaðsíðu 2-3 í skýrslunni. Já. Hvernig ríkið kemur svo inn í bankana, Arion banka, Íslandsbanka, Landsbankan og fleira. Já. Og ríkið kemur þannig inn fyrst sem fullur eignaraðili. Eða sérst á alla bankana. Sko. Já, eins og neyðarlegin gerður ráð fyrir. Eins og neyðarlegin gerður ráð fyrir. Já. En svo eru þeir seldir til, og það stofnaði sjálfstæðir einingar, eða sjálfstæði bankar úr Arion og Íslandsbanka. Já. Það gerist 15 mánuðum eiginlega eftir að bankarnir urðu ríkisbankar. Já. Og öll eiginfjárhækkun bankans í eigu ríkisins á þessum mánuðum, hún rann ekki til ríkisins. Nei. Heldur til bankana. Já. Og það er þekkt erlendis, Finnland og víðara, að þegar svona þrótt verður, þá verður
þá er eignunum dömpað nánast sko. En fljótlega rís landið úr sæ og þá verða verðmætin mun meiri. Þannig að það er sérkennilegt að sjá þetta. Ég ætla ekki að fara djúpt í þetta. Nei, en það er nú þetta sem að fólk er að staldra nokkuð við. Það eru í fyrsta lagi allir sko þessar valdheimildir sem að fjármálaráðherra tekur sér og þú segir það liggur ekki fyrir samþykki Alþingis, þá spyr ég lögmannin Atla, er þetta þá brot, bara skýlaust brot, getur þú sagt það? Umboðsmaður Alþingis hefur lagt gríðarlega mikið upp úr því að ákvarðanir stjórnvalda og þar með ríkisstjórnar, sem eru auðvitað æðsta stjórnvald landsins, séu byggðar á lögmætum lagagrundvelli. Mér sýnist, og með þeim fyrirvara ég hef ekki kafa mjög djúpt ofan í þetta, að það skorti þennan lagagrundvöll. Fyrir jafn veiga miklum ákvörðunum sem var það hagsmunni, ekki bara fyrirtækjaldum, miklu meira Alþingis og heimilar sem voru í rúst á þessu tíma út af skuldum. Hvernig sú meðferð og annað fór fram og það er hér rakið svo líka til dæmis varðandi bara sjá Keflavíkur, Byr, Sjóvá, að þar hafi ríkið tapað verulegu fé og mista af hagnaði út úr bankaframlaginu, umtalsverð. Og þetta skiptir milljörðum, ekki bara tugum, heldur getur þetta skipt hundruðum. Jú, það við kannski aðeins, við komum aðeins inn á þetta með Sparisjóð Keflavíkur líka því að nú láð það fyrir að í 2 ár þá störfuðu þeirra undan þá. Fjármálaeftirlitið var búið að segja í 2 ár þessi sparisjóð má í raun og veru ekki vera opið lengur. Eiginfjárstaðan var slík að þeir voru bullandi undan þá en alltaf komu fjármunir úr ríkissjóði til að halda honum gangandi einhvað síður. Þannig að það var svo hefði verið sett fjármagn í tóma tunnu en þá er líka spurningum valdheimildir til þess. Þurfti ekki samþykki þá Alþingi til þess að taka úr ríkissjóði? Það er mín skoðun. Það voru vísu í ákveðnum tilvikum settar heimildirinn í fjáraukalög. Jú. Það er umdeilt hvað þau hafi sterkt lagagildi, en þá faraðu vilt ekki, þeir fara í gegnum umræðu og þingju og alls slíkt. Það er eitt sérstaklega sem að stingum með þarna líka, það er Sjóvá-dæmið. Með rakjaðablasið 23 í skýrslunni. Þar leggur ríkið 11,6 milljarða í Sjóvá. Var ekki 15,5? Það stendur nú 11. Ég held að hafa nú verið 15,5 reynda þegar upp í staði. Þegar upp var staðið. Og því boru við annars fyrir viðskiptavinir í svo mikil hættu. Viðskiptavild. Nei, viðskiptavinir. Viðskiptavinir, tryggingar, viðskiptavinir Sjóvá. En það voru hér starfandi fyrirtæki í tryggingasgeiranum sem hefðu auðveldlega ekki tekið þetta yfir. Réttun svo að menn tóku við banka og allt slíkt. Nákvæmlega. Þá erum við að tala bæði vís, við erum að tala tryggingamiðstöðuna, við erum að tala vörð. En þetta sem stakk mig mest út af þessu var á sama tíma og ríkissjóður, fjármálaráðuneytið, Steingrímur J. Sigfússon, var að leggja þetta gríðarlega fé í Sjóvá. Þá fara þeir ekki að kröfu okkar þingmanna, sérstaklega mín og Guðríðar Lilju, að kaupa orku auðlindirnar á Reykjanesi. Heldur kemst Magma í Kanada upp með að stofna skúfu fyrirtæki í Svíþjóð, það komst fram hjá EES-reglunum og kaupir á grundvelli þessar skúfu fyrirtækis orkuauðlindirnar á Svartsengi fyrir 14 milljarða. Þar hefði ríkið þurft að leggja til kannski helmingin að því vegna þess að Grindavíkur bær var tilbúin að koma inn í þetta. Ríkið átti forkaupsrétt og það voru fleiri aðalega tilbúin að koma inn í þetta. En við sleftum þessu tækifæri að koma inn og seldum við til heldur erlendum aðila. Og það er alveg grundvallarstefna VG að slíkt gerðist ekki. Þetta er bara eitt dæmi. Hvað ár var þetta svona Magma-málið kom upp? Þetta er í kringum 10. 2010. Þetta er það lok árs 2009. Svo kemur á blaðsíðu 25 er Vigdís með samantekt. Dregur þar upp 8 atriði sem kalli á skoðun.
fyrir utan að þessi sagt á undan, þá þetta verulega veiga mikil atriði og mín niðurstöðu svo að þetta sé sannarlega efniviður í rannsókn og rannsóknarskýrslu og rannsóknarnefnd og bak við allt þetta svo líka bæti ég við að þetta ógegnsætt hvernig þetta fór fram. Það ekki lýðræðislegt. Fjármálaráðuneytið flutt burt og bilar. Stofnunum og þingflokki VG haldið frá þessu. Já. Til 2010 var tilkynnt gerða hluti. Það var aldrei neinn gögn eða neitt. Já. Þetta í ósamræmi við þau vinnubrögð sem að mælt svo skýrt fyrir í 8. kafla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Og það líka má benda á það að sérfræði þekking innan þingflokks VG og þá ég fyrst og fremst við Lilju Mósesdóttur. Já. Hún vannýtt og vannýtt risa auðlind. Já. Að Lilja Mósesdóttur með klárari hagfræðingum síðan. Já, heldur betur og sérhæfði ymmit í runástandi. Og hún með þess að hafði bent á leiðir sem að aldrei var hlustað á innan þingflokksins. Leiðir sem aðrir flokkar tóku svo upp. Já. Sérstaklega gagvart þessari snjóhengju og fleira. Sko. Já. Þannig þetta Likla hugmyndin, likla frumvarpið. Svo það sem verst í þessu, það eru viðbröðin. Já. Þessi gagnrýni á fullkomlega rétt á sér. Sem kemur fram í skýrslunni. Já, ég dái staðinu fyrir að hafa staðið að þessu. Ég verði að segja alveg eins og Já. En viðbröðin sem maður sér í fjölmiðlum. Já. Ég hef nú kannski ekki lesið allt og ég hef ekki fylgst með allir umræðu en ég hef ekki heyrt neitt nema formlegar ástæður. Já, það alveg að tala skilur allir það tala stafsetningavillur. Það ekki tala efnislega, það engin efnislega. Það ekki farið efnislega, það einhverjum formsættri hvernig við stóða að þessu. Já, íslenskan. Já. Sem auðvitað mikilvægt fyrir mér. Jú. Og það svona eins og svo dæmigjart og ég upplifi í pólitíki mínum flokki og mínum fyrirverandi að það farið í mannin en ekki boltan. Já. Og það var farið það búið að fara svo svakalega í hana Vigdísi. Já. Maður á ekki að nota orðið einelt en það farið í hana dag eftir dag. Já, það verið að sko. Og ég man bara ekki til þess að þessum efnisatriðum, þessum fullkomlega ástæðu ríku spurningum aldrei svarað. Það engu svarað. Nei, það sem við sjáum að það talað að þetta séu gífuryrði, þetta séu alvarlegar ásakanir á embættismenn og við þekkjum það búið umræðinu núna allir að ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins á að hafa hringt heim til þingmanns í fjármálanefnd Haraldar Benediktssonar sem beinlínis hefur tilkynnt það áfram og kært það áfram að hann telur sér orðið fyrir hótunum að hálfu ráðuneytisstjóra. Og að því að ráðuneytisstjórinn segir að þetta eru svo alvarlegar dylgjur og ásakanir en hann segir ekki sko beinleis hvað svona ránt í skýrslunni. Hann aftur komin að því og honum hótað því ærumissi og fjárhagstjóni. Hvar ráðuneytisstjórinn með sína þekking á þrískiptingu ríkisvaldsins? Hvað hann að vaða upp á dekk hjá löggjafavaldinu? Já, nákvæmlega. Hvað hann að vaða þar upp á dekk? Já. Hann stjórnmálafræðingur að mennt sko en það svo segir, það þrígreining ríkisvaldsins þarna og það líka hóta því að sko ef að menn verða fyrir lögsókn og lenda fyrir dómstólum þá ekki bara hann sér komin inn á löggjafarsamkundan, hann fann að boða hvernig fari fyrir viðkomandi fyrir dómstólum í dómsvaldinu. Ég hef áratugur reynslu á þess allt frá því byrjaði í lögmennsku 1980 og síðan á þingi. Já. Ef að menn eru rökþrota, þá þetta leiðin. Ekki að svara efnislega, heldur fara í mannin. Já. Það áratugar henslaði. Þetta leiðin og þetta það sem að gagnrýnt svo réttilega í 8. kafla skýrslu rannsóknarnefndar. Alþingis, já. Og breytti svo sem ekkert nýrri ríkisstjórn að mínum að. Nei, það þetta. Og mér það minnist að það skýrslan kom út. Ég var nú í þessari þingmannanefnd 2010 sem var erfitt starf og það þarf alveg sérstaklega þátt í það mál. Já.
En þá óskaði ég eftir því að þinglósvafki að við myndum spekla starf okkar í skýrslunni. Já. Hvar getum við gert betur? Já. Hvar getum við komið í veg fyrir foringjaræði sem eitt af vangostunum? Aukið lýðræðið og gegnsæið og annars líkt. Já. Ég hafði ekki erindi sem erfiði með það, þá ósk mína. Já, nei, en samt var það nú í niðurstöðu skýrslu, rannsóknarskýrslu Alþingis að stjórnsýslan í raun og veru væri í mólum í landinu. Já. Og það er auðvitað það sem að staldra stórlega við núna að þetta er 2012 og síðan eru bara liðin 4 ár. Já. Og ef að stjórnsýslan er með þessum hætti eins og við erum að sjá núna þessi viðbrjóta skýrslu Vigdísar að það kalli og knýi ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu til að hóta ærumissi og eignatjóni og eignamissi. Ég get ekki dæmt það. Ég veit ekki hvað þeir skilur sko, hvar er stjórnsýslan stödd, hvar er umboðsmaður þá Alþingis núna allir? Myndir ekki segja þetta ætti að vera til rannsóknar hjá honum allavega? Vigdís hefur líka verið talsmaður þess ærin og reyndar hef ég tekið undir það líka að það sé að vægi Alþingi sé gert meira. Já. Mér hefur stundum fundist Alþingi vera afgreiðslustofnun stjórnvalda eða ríkisstjórnar á hvernig tíma. Já. Sem lýsir sér best í því að mjög ágætt þingmannamál. Já. Á ekki fara að ganga. En ef ekki fara að snókur á bóki. Jú, við skulum gera það. En samt sem áður hvað finnst þér samt þessi viðbrögð í þinginu að það er sko fyrst kemur þessi skýrsla fram sem skýrsla meirihluta fjárlaganefndar, svo fara þeir aðeins að draga sig tilbaka, maður veit ekki hvort öllu var hótað eða hvernig stóð að því og síðan einhvern veginn á skýrslan að fara að daga upp í þinginu því að nú er bara þingið að fara heim, sem að segja, og Ögmundur segir það er engin tími til að taka þetta fyrir hjá stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Af hverju þrátt fyrir sko allar óskir og loforðum gagnsæi, af hverju bregðast þá þingmenn svona við heldur allir? Já, sko, þingheimur. Ég skil röksemdir Ögmundar Jónasson mjög vel. Já. Ef að kemur svona skýrslinn á borð þingnefndar. Já. Þá þarf að leita umsagnar. Já. Það þarf að gefa fresti þessi í einhverja viku. Það þarf að kalla helstu umsagnaðil og fund og jáfnvel fleiri. Já. Svo þarf að vinna upp greinargerð eða álit nefndarinnar. Og þetta er ferli í stóru málum eins og þessu sem getur tekið 2, 3, 4 mánuði ef vel gengur. Já. Þannig að því miður er þessi skýrsla fallin á tíma af eðlilegum ástæðum. Já. En þá er líka annað stjórnskipun og eftirlitsnefnd var búin að fjalla með þetta áður og Brynjar Níelsson var búin að senda frá sig greinargerð sem að kannski aðrir sömdu nú að stórum hluta en það er sama og þar með átti málið að vera afgreitt í stjórnskipun og eftirlitsnefnd og þá bara sagt, þá var alltaf eiginlega lagi með þetta. Eina sem ég saknaði þessu sambandi, ég þykist vita að þetta mál dagi upp eða fá ekki framgang á þessu þingja því það er komið seint fram. Já. Það er alveg ljóst. Já. Það er eina sem mér þykir vont. Það er að Vigdís skulle vera hætt á þingi og get ekki fylgt þess eftir. Já. Ég finnst það bara leiðilegt. Já. Ég finnst hún vera aðtorkusam kona. Jú, heldur betur. En, og ég sé ekki alltaf saman. Nei, það er svo allt annar handlengur skilur en þetta náttúrulega einhvað síður mjög umhugsunarverð meðferð á þingmanni sem hún hefur fengið. Já. Og það er nú kannski svona hluti sem við komum að þá núna þegar við förum yfir í bókina. Það er svona hlutverk fjölmiðla, hversu meðvirkir þeir eru með einstaka þingmönnum að taka þátt á í róburði eftir að tökum hvað þarf að sitja í loftið eða sitja á brennt. En það er svona ýmsara aðferði sem að gagna sömum en öðrum ekki og er beitt í þessu. En bara kemur mér óvart að það skulle alltaf verið í forminu. Gera formlegar aðdásendur en ekki að rýna í þessi atriði sem bentir á sem þarna skoðun. Já, því það er einmitt þetta þeir sem voru landtakendur fyrir 2008 þeir í raun og veru fengu ekki lækkun á sínum höfustól, sínum lánum eru í dag rukkaði svona innfull eins og maður segir og en aftur á móti rækkamannir bara hýrtu það sem átti að koma til skuldarans. Ef að hefði verið jafnvel farið eftir neyðarlögunum, en það þarf sannlega að láta reyna á þetta fyrir dóm, er það ekki bara?
Ég veit það ekki, ég ekki nóg mikið inn í til að geta sagt það. Það er spurningu að einhver nennir að standa í því. Þá kemur það. Heyrðu, villikettir og vegferð vafki frá væntingum til vonbrigða. Þá er það bókin. Já. Það er bókin sem enginn má láta framhjá sig fara núna. Ef hann vil vita hvað hefur verið að gerast á Íslandi síðustu árin. Ef hann hefur minnst áhuga á pólitík. Já, hann þarf að hafa vita samfélagi sem hann býr í. Það er að líta á þetta eins og við fjölmiðlarnir. Það er nú það sem er. En allir segja mér aðeins, ég var aðeins að segja frá því þarna að Steingrímur gaf náttúrulega út bók og það sem að hann vildi fara yfir þessi ár sín. Þetta er kannski ekki beint ansvar en þetta er ástæða þess að þú og fleiri sem að fengu viðurnefni villikettir, þið sjáuð ástæðu til þess að koma þessu ykkar sjónarmið á framfæri, eða hvað? Það er, má segja, bókin sé kveikjan að því að við förum á stað. Já. Undir rótin og það er að því að hann kemur með þetta bara 4-5 mánuðum eftir þingkosningarnar 2013 eftir að stjórnin fór frá. Já. Haustið 2013. Já. Og Jón segir nú hún sé skrifuð mjög í ég-stíl. Já. Ég mig frá mér til mín. Hún er afar einliða. Og þetta er frásögn hans og skrásetjarinn finnst ekki hafa haft fyrir því að spurja Steingrím út í skoðanir okkar villikattana. Nei. Málstástaður okkar, röksendir okkar. Af hverju voru það á móti þessu hinu? Já, og hann, það er eina sem að lesa út úr bók Steingríms að við höfum látið stjórnast að persónulegu metnaði og öðru slíku. Já. Það er hvergi annars sagt og aftalið í bókinni þá er Steingrímur spurður að því að öfundun þá er eitthvað sem þú yðrast en eitthvað að vildi gera öðruvísi og hann segir skrásetjarinn ég vil nú ekki tala það, einhvað svoleiðis. Og það er merkilegt í bókinni í formálan hjá Jóni Torfasyni sem hefur unnið prýðilega gott verk, ótrúlega gott verk og vandað verk. Já. Að Guðni T. Jóhannesson, hann fjallar bókinni Ritdómi, bók Steingríms. Já. Það er næsta blaðsíðu 7 í bókinni, sko. Já. Í Ritdómi árið 2014. Og hvað segir þá núverandi forseti í Ritdómi? Hann telur raunar að málsvörn Steingríms missi marks. Það segir orðrétt í þessu Ritdómas. Já. En af því sem að hann tekur ekki þá mótrök og sýnir ekki fram á raunverulega samræðuna sem lítur að hafa átt sér stað þarna á milli ykkar. Já. Og þetta er unnið á allt og skömmum tíma. Það á að fara í heimildir og þá að skoða og rýna allt átt að rýna í rök okkar og ástæðu fyrir því að við vorum í þessum andófi. Það er hvergi gert. Og svo er líka þagað mörgmál. Já. Og það er að segja ósatt með þögninni. Já, það eru nú oft stærstu fréttinnar. Já, það er að segja ósatt með þögninni. En bókin kemur út svo á haustdögum 2013. Ég var nú eitthvað brendur eftir þetta allt saman, þannig að ég treysti mér ekki eins og til að lesa hana. Nei, þú gerði það ekki. Ekki fyrir en eftir áramót 2013-14. Já. En eftir ég hætti á þingi þá fór ég og raðaði öllum mínum gögnum samkvæmt leiðsögn frá Þjóðskjalasafninu og bunkaði það allt upp. Ég hefði líka skrifað dagbækur, bæði af fundum flokksins og þingflokksfundum versk og þetta átti ég hafði tekið saman öll tölvupústa og ýmsa minnispunkta, ég hefði tekið saman blaðagreinar mínar, ég hefði tekið saman þingmáli mín og umræður og þingi og sitt hver fleiri og raðaði þessu öllu skipulag upp eftir efnislokkum í tímaröð. Og þessu var ég búin að undir árslok 2013 og þá les ég þessa bók. Og þá, Steingríms, og þá bara, ég hristi hausinn sko. Og þá áttum við Jón Torfason tal saman og það var ekki út af því að fara að skrifa bók, heldur við fórum bara að ræða þetta. Hittust, hann heimsótti mig og ég fór að ræða þetta við hann, hvað ég hefði gert. Og Jón var bara, ég held að hann hefði komið á hugmynda, það þyrfti að koma svo blað. Já. Og það var úr og ég let hann hafa öll þessi gögn mín, allt saman, dagbækur og allt ljósið það er fyrir hann og tölvupóst hana og hvaðina og svo let Jón Bjarnan hafa fyrir hann ráðið hafa gögn líka og síðan sem ég dáist að Jóni er tvennt, það er hvað hann skrifa góðan texta
og í öðru lagi hvað hann er ótrúlega flinkur eins og krakkar í dag, ég minni mátt að kendi því að ég er ekki nógu góður í tölvum og að leita og svoleiðis, en Jón hefur upp á aragrúa heimilda og hann talar við fólk og margar þessar heimildir eru birtar eða vitnað í þeir. Það er vitnað í þar allar og það er ekki þeirra getið og þetta er hafsjóra fróðleik og hún er skrifuð auðvitað eitthvað lituð að sjóna með okkar villikattana. Það kemst enginn hjá því, en hún er samt skrifuð af hlutleysi, vil ég meina, og hún leggur það á lesendandar að leggja saman 2 og fá útkomu. Hún segir ekki lesandanum hvað hann er hún gefur ekki upp afstöðu til lesandans. Það er svolítið merkilegt í niðurlægin á bókinni. Þá að við vísum það í Margréti Frímanns og hún nefnir þar í bókinni stund dæmi þess að forystumenn Alþýðubandalagsins sáluga hafi vikið frá helstu baráttumálum sínu til að koma í stjórn, til að komast í stjórn. Bókinni skrifar Margrét Frímanns: Vinstri grænir hafa vissilega styrkt stefnu sína og stöðu frá því að flokkurinn var til. Ekki hefur þó enn reynt á það hverju svo flokkur er tilbúin að fórna fyrir ríkisstjórnarsamstarf. Bókin endar þannig: ef til kemur svarið fram í þessari bók. Þannig að gera menn bóstala allt til þess að komast í ríkisstjórn allir. Gera menn bóstala allt til að komast í ríkisstjórn. Já, flestir. Það er frægt þegar kosningar voru 2007 þá fór Steingrímur mjög bratt fram í að reyna að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og heimsótti Geir H. Haarde í sumarbústað einhver fleira. Jú. Og hann var ekki ánægður og það var upp að koma í þingjum veturinn. Steingrímur var reiður frá myndi vetur út af því að þetta tækist ekki. Og en flokknum í ríkisstjórn tókst ýmislegt. Ég er ekkert að segja það. Ég segi það minnst að villikennir hafi komið í veg fyrir það með því að stolla í ESB-umsóknina og er á mótinni og öllum stigum. Þá hefum við komið í veg fyrir það að hún yrði að veruleika á kjörtímabilinu. Og vel að merkja, þegar stjórnin var myndið 2009 þá bókaði ég bókun á þinglóksfundið að ég áskildi mig rétt á öllum stigum málsins í ríkisstjórn að berjast gegn henni, hvar sem var og hvenær sem var. Og á þessar bóku mína fóru 4 aðrir þingmenn, við vorum 5. Og hún rataði sinni inn í samstarfsyfirlýsinguna. Á sínum tíma. Þannig að þetta var ekki úr en fullt af góðum, ég var að taka það fram, fullt af góðum málum. Frelsismálum og fleiru og endurnáttúrunnar og ýmislegt þeirra og ég var ekki alltaf ánaður en svona var það nú. En formálinn fjallar þetta allt saman og en grátlega fyrir flokkinn svo kemur fram í formálunum að hann fær þetta svakalega fínu kosningu 2009 yfir 20%, 22% yfir landið. Man ekki hvað morgan þingmenn en þegar yfir lauk þá var fylgið það er í 12 í skoðanakönnun núna. Það hafðu 3 þingmenn eða 4 farið út úr hreyfingunni. Fjöldi fólks sagt sig úr henni og þannig að hún var heil í sárum eftir þetta samstarf. Og það var VG gerði svo mikið út á traust og trúnað. Það var náttúrulega mikið það talað og við munum það allir að öll umræða þá þarna 2009 að þá er þessi vendipunktur út af Evrópusambandinu. Það snerist svo mikið það að hvort að Ísland myndi ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Steingrímur ítrekka þrætti fyrir það að það gæti nokkuð sinni gerst að Vinstri grænir myndi samþykkja slíkt. Komum við inn á það í viðtalinu en Steingrímur, Katrín og Ari forystumenn flokks og allir fóru á móti ESB. Það kom skýrt frá 2008 og 2009 og á móti ISAFE og öllu og síðast og við Steingrímur fórum grenjandi ljón á þinginu frá hausti 2008 fram áramótum
gegn ISAF. Síðan skrifar Steingrímur hatramagrinn í Morgunblaðið 24. janúar 2009 gegn henni. ISAF og alþjóða gjaldeyrisjóðnum. Samrýst ekki á hagsmunum. Og mótfallin allt fram til kosninga 2009. Þá snýrist allt við. Og heimilin sem voru í miklum vandræðum, það þarf ekki að segja þér það, mikla skuldir, og það þurfti nauðsynlega að grípa betur inn í en bráðabirgðastjórnin gat gert, hún trendi bráðabirgðarástafanir. En þá fyrsta máli sem kemur inn á þing, það ESB-umsókn og samþykkja ISIS-samningin. Því var forgangsraðað fram með fjölskyldunni í landinu. Það var blóðugt og það fór allt sumar í þessi 2 mál. Og lengur og lengur. Þannig að þetta dró úr kröftum fyrir utan þá milljarðar sem fór í þetta. Ekki bara beinn útláðu kostnaður ríkisins við umsóknuna, heldur óbeinn og þá við starfsmannakostnaði ráðendum og fyrir. Þeir voru allar á kafi umsókninni. En nú erum við hérna allir, við erum eiginlega í frásögninni þarna, bara í kosningunum 2009 þannig voru, að alveg eins og segir, bæði Katrín Jakobsdóttir og Steingrímur, þau voru algjörlega andvið því að VG færi inn í Evrópusambandið og síðan svo þú lýsir þessu, fyrsta mál á dagskrá, það bara að reyna, þegar þau eru komin í ríkisstjórn með Jóhönnu, að þá það bara kúvending. Hvað var það sem gerðist, hvernig má það vera fólk bara geti skipt svona skoðun eiginlega einni nóttu? Hvað það, hvað gerðist eiginlega? Vildi undir niður í Steingrímur fari í ESB? Ég hef það bara, þetta sáu menn þó glíu að þarna veri að koma fyrsta vinstristjórnin svo kallað. Norræna velferðarstjórnin. Og menn skildu fórna öllu til þess og komast í þessa stjórn. Það var kannski drifkraftunum fyrst. Ég hef reyndar aldrei lítið á Samfylkingunum sem vinstriflokk. Það ég held að séu nær viðreisn og það því róli. Það er ekki með ESB en þeir að missa fylgi viðreisn. En ég held líka að þorsti eftir ráðherrastóli eftir langa eyðimerkugöngu frá stofnun flokksins 2009. 1999, áramótin 1998-9. En þessari stofnun VG og áframhaldir svo lýst í fyrsta kafla og svo kemur, ef ég má bara halda því áfram. Og í öðrum kafla þá er hérna fjallað bankahrunið og fleira og í þriðja kafli síðan þar er hann hér. Hann er það líka. Þetta er allt hérna. Þá er þessi ítarlega lýsi að við erum að fjalla og lýst minnihlutastjórninni sem var stofnuð 1. febrúar 2009. Hún er lýst í þriðja kafla. Og þá í fyrst skipti upplifið það ég hafi verið þarna, ég held ég hafi verið annar hæstur ræðumar á þingi 2008 og við vorum þétt saman öll sömul og þarna var verið að tala stofnun stjórnarinnar sem ég hef reynda grunnum að Ögmundur og stórvinur hans Össur Skarphéðinsson og Ögmundur Jónsson og Össur hafi vélað áður. Þeir eru mjög nánir félagar, allavega hafa rætt sín á milli og svo myndaðist þessi klufa strax 2007 í öllum mótmælunum. Stjórnin fer frá. En þegar hún er mynduð þá svona eitt mark til marks það þá lá fyrir þessi miklu skuldavandi heimil og annað slíkt og það var ekki talað við mig allan tíman, alla stjórnarmyndana, ég var bara heima. Það var ekki talað við þig? Það var ekki leitað til mín. Lögmaðurinn í hópnum og ekki talað við þig? Nei, það var leitað til lögmann út í bæ ráðgjöf. Þetta byrjar þannig Þannig ertu strax að tala minnihlutastjórnina. Ég er strax að tala minnihlutastjórnina. Þannig bara áramótunum eftir hrunið. Þú ert að segja það, þá á þeim tíma komið mitt Sigmundur Davíð fram á sjónarsviði, sem nýrformaður Framsóknarflokksins. Sem styður þessa minnihlutastjórn. Sem ætlaði að styðja og gerir það. Verði hann að falli. Og þá er hann með hugmyndur að niðurfella, þar að segja, lækka skuldir í öllum baukum 20%, jafnt yfir línuna. Hvað vildir þú á þessum tíma? Manstu það? Fella niður skuldir. Lækka skuldir í föllnu baukunum? Það er erfitt að segja það en það voru farna leiðir sem að ég var ekki sáttur við eins og þessi 110%. Það er nefnilega. Mér fannst það ekki boðlegt að bjóða fólki upp og að skulda 10% meira það átti.
og ég hefði viljað fara þó að fólki finnist orðið gjaldþrot heldur ónotalegt. Já. En við höfum apparat í kerfinu sem eru gjaldþrotaskiptaleið og nauðasamningar. Já. Ég hefði viljað fara þá leið. Þetta kerfi var til, sýslumenn út all land. Ég hefði viljað vísu breyta gjaldþrotaskiptalögunum, gera þetta svona svipfallegra. Já, svona manniskilegra. Ekki bara orða þannig. Já. Og menn lít alltaf á gjaldþrot sem eitthvað neyðarúrræði. Ég hef farið í gjaldþrot með konu sem stóð illa og fengið svo nauðasamninga fyrir hann og hún fekk búið afhent og gekk bara vel. Já. Og en það var ekki gert og ég er búin að tala kúvendingu í sambandi við ESB og ISAFE og ég get heldur ekki nefnt annað að það var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem stýrði þessu. Já. Þar töluðu Vinstri grænir mjög bratt. Alla stjórnarandsstöðunni gegn því. Já. Og þar fór Ögmundur fremstur í flokki. Þar kom næstir fórustum einflokksins, Ögmundur Jónasson. Já, og vildi ekki fara eftir... Nei, vildi endurskoða þetta samstarfana slíkt. Já. En það var breyting á. Allt í einu taldi Steingrímur sjóðinu besta tæki sem hefur nú svartanfellir eða svartanskjöld. Já, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, það nú líka til, já. En það var kúvending eftir 2009. Já. Þá allt í einu skiptan skoðun í sambandi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Já, við þekkjum það alveg því að ef að menn starfa eftir honum allir, þá byrja þeir að tæta heilbrigðiskerfið niður og það er bara spurning hvort þeir hafi ekki mitt lagt það til og þar alveg hafi verið svona lítið hugsað heilbrigðismálin í 4 ár. Já. Það er bara spurningin allir. Við þurfum að fá auglýsingar hérna á Útvarpi Sögu, við höldum áfram. Atli Gíslason... Ingibjargar Gíslason. Atli Ingibjargar Gíslason. Jæja, þar kom það. Og fyrrverandi alþingismaður og fyrrverandi hæstaréttarlögmaður frá Vinstri grænum, hann er að tala bókina Villikettirnir og vegferð VG frá væntingum til vonbrigða. Ný bók sem var að koma út skrifið á Jóni Torfasyni. Við erum að ræða við þingmanni því hann sannarlega var mitt í öllu þessu fjöri inn á þingi og þú varst að sannarlega inn á þingi og við vorum að tala það hérna áðan. Við vorum búin að tala hvað eiginlega þér fannst, formaður ykkar þá, Steingrímur J. og skiptum skoðun bara nánast yfir nótt í veigamiklu málum eins og varðandi Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og svo síðan jafnvel gagnvart ESB ISAFE og ISAFE. Fjórði kafli bókarinnar fjallar afstöðu flokkarna til ESB og það var alveg kýrstýrt afstaða VG. Þessna vorum við kosin. Já. Fengum við svona góða kosningu 2009 og það merkilega var í bókinni þessu kaflablassi 49, þar tekið upp orðrétt úr sjónvarpsumræðum þessi 57 til 58. Já. Þar ganga fréttamennir Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir og Sigmar Guðmundsson ástengrim út á málinu. Og svona vorum allir spurðir. Ég svaraði þess alveg reynd og klárt í Suðurkjördæmi. Mér var treyst. Og Steingrímur þráspurður. Það tekur langan tíma að spyrja. Það endar í viðtalinu með 3 neyjum. Það verður ekki sótt Það verður ekki sótt nei. Já, akkurat. Og þá segir Jón Torfi þetta. Fullir það má þessar afdráttarlausu yfirlýsingar Steingríms þar sem hann afneitar aðildarumsókn að Evrópusambandinu 3 svar eins og Pétur Postuli frelsara sínum á sínum tíma. Hafi róað kjósendum Vinstri grænna sem þóttu geta verið öruggir að forystaflokksins stæði við stefnu hans. Þess skal hér getið að Steingrímur minnist ekki á þessar umræður í minningabókinni og Björn Þór Sigurbjörnsson ritstýrir bókinni spyr hann ekkert út í þær. Nei. En strax í byrjun þetta komið. Já. Og ég hef haft grunum það að í bráðabirgðastjórnarinnar hafi þetta verið sammælst mitt í VG og Samfylkingar að ef þeir næðu meirihluta þá þetta raunin. Þá yrði farið inn í Evrópusambandið. Já, Evrópusambandið. Þrátt fyrir það sér nei. Já. Fyrsta mál á dagskrá þingsins. Þá var ég endar í fríi. Ég tók mig frí. Þurskulegur og tók mér frí sem var líka í anda stefnuflokksins að hleypa varamönnum að. Þjálfa upp varamenn. Ég gerði alltaf mikið af því. Já. Fæ nú ákúru fyrir það í bók
Steingríms. Já. Ég fylgdi þeirri skoðun, sko, en þetta ESB-umsóknin ICE er eiginlega fyrstu mál á dagskrá. Já. Þrátt fyrir að hafa sagt bara nei, aðild að viðræður kom ekki til greina, við viljum það ekki. Þetta er eiginlega allir, þetta er kallað að tala um tungum tveim og sitt með korri. Já, það er það. Er það bara tilfellið? Þetta er nú stór orð. Já. Og þetta varð upp af það ógæfu VG, trúnaðarbrestur og traust, og einn góður félagi minn í Suðurkjördæmi og mikill stuðningsmaður. Ég ætla ekki að nafngreina það sem það kemur fram í bókinu og talaði um hann. Á flesta flokksársundi flokksins haustið. Þá saða sig úr flokknum með mjög tilfinningaþrunginni ræðu. Ég get nú að sagði að Haraldur Bóndi Kristjánsson upp í Landsveit. Já, það er nefnilega það. Já. Og fór út og fjöldin annar á það. Þá fór fyrst að hnöka reyn flokknum. Ég skil það ekki, sko, að þetta var lík í lestinni. Já. Og svo var annað sem ég lagði alltaf áherslu á í mínu málflutningi, bæði þarna á þessu leit og síðar, að ICE og ESB voru eineggja skilgetnir tvíburar. Já. Eineggja skilgetnir tvíburar. Já, það nefnilega það. Því að ef við samþyttum ekki ICE, þá myndi umsóknin verða gerðum svo Presley, sko, Return to Sender. Já. Presley söng á sín tíma. Já, heldur betur. Þannig að það var algjörlega ljóst að þetta var nátengt. Og það var annað sem var nátengt þessu, það var reyndar jólin 2008 fyrir áramót, desember, þegar að Breta beitt okkur hryðjuverkalögunum. Það var stjórnsýslu ákvörðun Breta. Hún var kæranleg, ef ég man rétt innan 3 mánuða eða mánuðar, hvað það var. Og ég var mjög mikil talsmaður á Sigurður Kára Kristjánsson, þetta er gert. Já. Þurfti ekki eina blaðsíðu. Akkurat. Þá hefðum við líka fengið gögn upp á borðið. Akkurat, já. En það mátti ekki styggja Bretana. ESB. Nei, akkurat. Það mátti ekki styggja það. Nei. En auðvitað var það lýðræðislega leið, dómstóluleið og stjórnsýsluleið og kæruleið. Já. Maður leysir deilur í þjóðfélaginu fyrir dómstólum. Ef það næst ekki samkomulega á öðrum stigum. Til þess er nú dómstólur ekki satt bara að leysa ágreining. Ég treysti þeim. Já. Ég treysti þeim. Já, en allir, sko, einmitt að þú segir þetta, það vekur líka upp spurninguna, sko, nú er þetta NATO-þjóð, Bretar voru NATO-þjóð og setur okkur á þennan lista, hryðjuverkalista. Sko, kom það ekki til álita, það væri bara að tala við höfuðstöðar NATO út af þessu? Af hverju Bretarnir gerðu þetta? Eða fannst þér bara mórallin vera þannig að menn ætluðu bara umfram allt ekki að rugga bátnum út af ESB? Það var það. Þú ert að lýsa því. Það mátti ekki gera, sko. Og við fengum mjög harkalegar ákvörður frá stæðstu löndunum, Frökkum, Þjóðverjum, Hollendingum. Já. Og Bretum og öðru. Og ég er samfarið það, ef að ICE hefði ekki verið samþýtt, þá hefði það bara klúðrast. Og ég get sagt þér það að ég held í april 2009 þá spurði ég Steingrím hvernig gengi með samningaviðræðurnar. Þá var Svavar Gestsson formaður samninganefndar. Já, sælla minninga. Og hann sagði það gengur ekkert. En þeir eru frestur og illu bestur, minni mig hann hafi sagt, sko. Já. Svo gerist það að þegar kosningarna voru búnar 27. mars. Já. Þá mætir samninganefndin frá Hollendingum og Bretum til Íslands í mæ 2009 og menn áttu von á erfiðum viðræðum og annað slíkt. Og ég held nú að mér er satt að Bretarnir hafi pantað inn að 2 vikna, ég vil 3 vikna dvöl á hótelum. Þeir voru farnir heim eftir viku. Já, er ekki þá sem frægasetningin frá Svavari kom, ég nennis ekki? Já. Morgunblaðið sagði frá því þá. Nei, ég meina þetta var alveg frægsetning, en það er náttúrulega, sko, bara það að setja ekki með fullri virðingu fyrir Svavari Gestsson og þeim sem þar voru, en að setja, sko, í samninganefnd við Breta og Hollendinga, sko, einhverja sem að voru til dæmis bara ekki praktiserandi lögmenn, svo ég segi það nú, og þölvan í samningamenn. Hvernig datt þeim það í hug? Það hefur reynslan sýnt þegar Búkætt kom lóksins í dæmið. Já. Þá leistust málunum heldur betur. Já. Og þegar þú fengið
átama snjalli lögmennuðun og var íslenskir Já. til að fara í hópin eftir 3. umferð eða hvað það var. Þá fór það að ganga. En það var svo snautlegt líka og burt og frá öllum brot á öllum grundvallarreglum gegnsæi að þegar æsitillögum kom fram þá fylgdi nánast engin gögn. Nei, það er líka annað. Hvað sögðu þið í þingflokknum þegar að hann kemur með og leggur fyrir ykkur æsið og það eru ekki fylgiskjöl og jafnvel þingmenn átti ekki að fá að lesa neitt, átti ekki að fá að sjá þetta? Þeir voru bara stúm. Og hvaða skýringu fenguði? Nú var ég ekki á þeim fundum. Nei. Þannig að ég á ekkert það. Ég sagði þér ég hefði farið frí. En það er fjallað umfjöllun og bók Margrétar Tryggvadóttur þennan tíma og hreyfingarinnar. Það er sátt alveg agndof uppi sko. Já. Og börðust fyrir því að fá gögn. Já. Og þetta var smá saman að mjatla inn. Já. Jú, það þurfti heilmikið til en það er líka þarna allir af því og minnist á þetta upphafi í æsimálinu og hvernig var sko, nú skilst mér að það hefur verið fundir þarna hjá okkur í fyrstu vikunni í júní 2009 og þarna hafi verið alveg ákveði sko frá ykkur því að við bara sagt nei Steingrímur, við samþykjum þetta ekki en þrátt fyrir það hafa hann gert þetta. Við gerðum nú sko. Voru þið þá algjöru villikettir? Er þetta sagt? Nei, ekki þá, ekki alveg en þá, það var langt frá. En það kom krókur á móti bragði með fyrstu æsisamningana og Ögmundur átti stóran þátt í því. Já. Það voru gerðir svakalegi fyrirvarar við samningana. Já. Þeir voru samþyttir með svo miklum fyrirvarum að ég þóttist nokkuð vissum að þeir eru aldrei samþyttir að breytum. Já. Þeir samþyttir nokkra fyrirvara en ekki stóru. Já. Ég hef ekki tíma, ég kann ekki alveg að nefna sko. Nei. En síðan er þessi 7. kafli bókarinnar afgreiðslu tillögunar í ESB. Já. Það var alveg kapitölda fyrir sig sko. Já. Og Margrét lýsir því líka og ég er sjálfur vitnað því að þegar atkvæðagreiðslan fór fram í þingsal þá voru þingmenn og FG sem voru órólegir kallaðar á fund forsætisráðherrans Jóhannu og pallar ekki út úr þingsal og rekja á til og ég upplýði það eftir atkvæðagreiðslu var mistókst einn þingkona forfellandi. Já, það fréttist að grátandi þingmönnum. Já, þessi lýsir Margrét ágætlega. En atkvæðagreiðslan fers fram þennan dag og er bara erfið. En hvað lagði hann þá? Gaf hann einhver afar kosti þá að þið yrðu það samþykja? Þetta var eitthvað að tala þannig fyrir málinu? Já, megin afar kostunum var sá. Það var reyndar ekki talað um mig. Veit ég hvort að ég kann kannski aðra skýring á því að það talaði vonlust. Já. En síðan fór atkvæðagreiðslan fram og þá, hún tók langan tíma og það var þetta því að menn gerðu grein fyrir atkvæðan sína. Já, akkurat. Og í bókin er það tekið upp. Þar sem menn gerðu grein fyrir því hvort sögðu já eða nei. Og þar held ég sé kostulegasta atkvæðaskýringin er á blaðsíðu 95 þar sem Svandís Svavarsdóttir gerir grein fyrir atkvæða sína. Já. Lýsir öllum megin skoðunum afki gegn aðild að ESB. Já. Og enda með að segja ég sé já. Eftir að hún búin að segja og hún myndi mig, hún eiginlega sló Kristján Ólasen út. Já, þetta er toppurinn sko. Það er alveg þingsalur stóð akt og var að horfa á hana nú bara er hún að skipta skoðun. Já. Svo hló salurinn og eftir þegar jáið kom. Já. Og þetta var Já, en sko þarna ertu náttúrulega að lýsa eiginlega því að hinn almenni þingmaður bara er í raun og veru einskis virði nema bara í atkvæðagreiðslunni til þess að íta á einhverja takka eftir einhverju sko höfði fyrir fram ákveðnu höfði. Já, og ætlar þú að bera ábyrgð á því að fyrsta vinstristjórn Íslandi fellur? Já, það er sett hann í fram. Og þessar hótanir hafði Jóhanna Sigurðardóttir stöðut uppi. Já. Við einstakling og aðra. Þannig að það var erfitt að sitja undir þessu. Hún var rétt komin á koppin, áttu á slítinni á
eftir 10 daga, halva mánuð. Já, en það náttúrulega alveg svo að segja, sko, þessi atburðarás sumari 2009, hún með röð og þetta mjög örlega ríkar ákvarðin sem eru teknar þarna og hérna það eins og ISAF og það ESB, það ákveðið að kalla eitthvað fyrirbæri skjaldborg heimilin, skjaldborg heimilana. Hvað var það? Var það bara hjóm eitt til að þakka niður í almenningi eða? Allavega var það því ekki forgangsraðað, það skal ég segja. Og þegar stjórnarmynduna viðræðurnar fóru fram í maí 2009, að þá voru mjög fámennur hópur sem tók þátt í þessu. Og eiginlega það eina sem komst það í byrjun, að við erum að samþykja ESB. Já. Fund eftir fund. Já, þetta var. Og ég var stengrið stóð fyrir töflu, útlistaði þess og hinu. Já. Og vinstristjórnin færi og svo var það hitt að þetta myndi hvort eðir ganga sér til húðar á 18 mánuðum. Því að við myndum aldrei geta samþykkt fiskveiðistjórnarstefnu ESB. Nei, nákvæmlega. En þetta myndi aldrei taka nema 18 mánuði, svo var þetta helsi búið. Já, en maður mitt að þess var nefndin sett að þverpolítiska nefndin í samtöðu við sjávarútvegsstefnuna, hún starfaði mitt í 18 mánuði, en hún átti að vera mjög, það passar alveg því ég fyrir nú að skoða það. En menn voru við skulum alltaf að tala það líka, við skulum bara skoða hver í pakkanum. Já. Það var einhver lögmaður sem orðaði þannig að við vorum gera dýrat. Fylgdum bjöllunni og hlupum svo fyrir hotn. Já. Og mörgir sögðu það við erum að sjá hvað í boði. Já. Hjá ESB ekkert í boði, nema þeirra reglur. Og það var grundvallar breyting þegar normenn felldu ESB hjá sér, það breyttu ESB inntökureglunum. Já. Og það flóknar reglur. Þú voru að samþykja kaflana, það koma fram spurningar frá ESB, samanburða spurningar löggjöfina, svo kom einhver rýniskísla þessu þetta breyta í löggjöfinni, áður en að samningur var að kom. Já. Þegar samningur var komin til atkvæðagreiðslu á Íslandi, þá var Ísland eiginlega komið inn í ESB og breyta allar sínu reglum í þá veru. Já. Þetta var ekkert að skoða í pakkan. Nei. Þetta var bara að taka hann allan eða ekki. Já, það akkurat það sem en aðeins þarna allir að því nú fyrir að styttast í hennar tíma sem við höfum reyndar lítinn tíma en þú allar að koma aftur, það verður bara framhald á bókinni en og gott mál en hvar í allir þessari atburðarás sem þú ert að lýsa þarna það komið ný ríkisstjórn, norræn velferðarstjórn og verkefnin hrúast upp og mikla breytingar, aðildarumsóknin og það ISAF. Hvað sagði Katrín Jakobsdóttir, varaformaður yfir þessu öllu? Hún studdi þetta. Sagði hún það eða bara? Nei, hún gerði það í verki mist ásti. Hún greiddi atkvæði með aðildarums og öðru slíku. Já. Þetta var forgangsmálu. En hvað skýringu ræddu þetta ekki á þingflokksfundum? Já, það var verið að kíkja í bakkan og við vundum slepp eftir 18 mánuð úr umræðunum. Því að sjávarútvegskaflinn og það var sagt við skulum taka erfiðu kaflana fyrst. Við vissum hverju þeir voru, sjávarútveg, landbúnaður og fleira. Já. En Evrópusambandið þetta frestaði þeim öllum. Já. Þannig til síðast tók alla hina. Akkurat, heldur maður muni það nú ekki. Og Jón Bjarnason stóð sem manna best í ráðundinu. Já. Og svo vel að það var gefið út á veiðileyfi. Það var það komunum frá. Það tókst loksins, hvernig var það? Desember 2012. Já. Áramóti 2011-12. Já. Og Árni Páll, það fóru þeir báðir. Undarlegt að sjá það. Þetta veiðileyfi og Jón Bjarnason. Já. Það var ráðist á hann trekk. Meiri segja að jáfnvel þegar var stæði illa á hjá honum. Persónulega, já. Mjög. Og það sem ég kom líka ávart og það ekki mín hugsunar ef það ráðist á vinnu mína þá kem ég til varnar. Já, það nú svona. Það yfirleitt þannig mistökst. Já. Það var ekki gert gagnvart Jóni. Nei. Og hann stóð sig vel. Og þá það sem að þá komaðu til liðs svona við ríkisstjórnunum að segja hreyfingin, þá Birgitta Margrét Tryggva og Þór Sarri og þá telur Jóhann og Steingrímur sér óhætt má segja að láta bæði Árna Pál og Jón Bjarnason fara. Já. Sér á þeirra. Já. Það voru svona kaups. Já. En svo hvað var ykkur sagt, hver var skýring ykkar á því að hreyfingi væri farin að styðja ríkisstjórnina? Þau fengu lofa fyrir því að það myndi ganga fram stjórnarskrárbreytingar. Já.
Og þá stjórnaði ráðið. Það var vísu reynd vorið 2009 bráðabirgðastjórninni. Já. Og þar var ég í formaður þegar nefndar að mér mann rétt allavega var í henni og þar tókst Sjálfstæðisflokknum að flytja á 800 ræður og atkvæða skýringar og annað slíkt og það tókst ekki. Nei. En það var sko beitan sem var sett fyrir fram á þá sko. Já, þannig að og þeir eru ennþá fastir því Birgit ennþá, hún trúir því ennþá hún sé að breyta stjórnarskránni. Bókin fjallar þannig að aðeins að koma inn í æsef í 7. kapla, en ég verða að minnast að það var trúður að ég var hér í Hörkuviðtali ef ég mann rétt 4. desember 2008 á útvarpisögu æsef. Já, passar. Og svo kemur þarna 9. kapli sem leipi yfir 8. hvar var hann. 9. kapli, hann var blaðs 738. Já, það var gangur samningaviðran í 8. kapla sko, yfir hann en 9. kaplinn nú svolítið merkilegur og það eru þessi svokallaðir IPA-styrkir. Já. Það var glerperlur og vín í fólk eða hvað það heiti sko. Já. Og þetta var mútur og þetta sko, menn neituðu því að þetta var slíku skýrtir en þetta eru aðlögunarstyrkir. Já. Aðlögunarstyrkir voru tvennskonar og VG var búið að hafna því á flokksársfundum og víðar. Það ekki tekið við þessum styrkjum. Nei. Kallaði mútur og ég veit ekki hvað. Það var samfélgið svo þetta hart. Það var fundin bakteraleið eða hjáleið. Þannig að samningarnefndin sóttum og stærsti hluti styrkjana fór í 2 ráðuneyti. Umhverfisráðuneyti undir stjórn Svandísar Svavarsdóttur og menntamálaráðuneytið undir stjórn Katrínar Jakobs. Þau fengu stærstu styrkina gegnum þessa bakteraleið. Jón Bjarnason hafnaði þeim alfarið og það var sko svo fjallað setna sérstaklega sundrunguna í VG í 10. kapla. Já, og þegar að villigettinir, hvernig var það ykkur við þegar þið lásuð að Jóhanna kallaði ykkur villiketti? Mér fannst það ekkit vant. Nei, var þetta bara rétt nefni kannski? Voru þið óþæg? Mér þykir vænt ketti. Já, svo má segja. Aðra, þannig að hún hafði sína skoðanar á því að þetta var óþægilegt. Við töluðum ekki svona þau. Nei. Að Jón Bjarnason létu hafa óþvegið tilbaka. Það var ekki þarna. Jú, hann... Ægir húsketti sagði hann eða eitthvað. Já. En allir, sem sagði, þá kemur aftur til að halda áfram að ræða svo bók og að rifja upp frá þessu tíma því það margt að þessu eiginlega pikkvast í tilveru manna í dag og í lífi fólks, sérstaklega náttúrulega skuldina sem það situr ennþá uppi með. En við langar samt aðeins í lokin að spyrja allir að því að það hefur verið talað að þeirra Steingrímur fer í það að selja bankana og svo vorum að tala hérna í upphafinu skýrslu Vigdísar. Það eitt sem var talað aldrei að það var til listi yfir þau fyrirtæki sem væru lífvænleg og ekki lífvænleg og ætti að fá að lifa og það talaði ákveðin dauðalista yfir fyrirtæki. Hversu mikið varst þú var við að það væri verið að handpikka út fyrirtæki? Ekkert, ég vissi ekkert. Nei, þú vissir ekkert það. Það var ég að segja í upphafi að það var ekkert gegnsæði þessu. Nei. Við þingmenni stóðum bara okkur var tilkynnt gerða hluti. Já, ykkur var tilkynnt. Tilkynnt gerða hluti og við vissum svo sem ekki neitt. Þannig ég veit ekkert af hverju þetta gerðist. Nei. Tilkynnt sjófa og tilkynnt bara svo Keflavíkur og þetta allt saman þannig að og gegnsæði var ekkert og við sáum aldrei gögn eða neitt, þannig að ég veit ekkert þetta. Nei, þannig að það voru bara notaði lögmenn út í bæ og í gegnum ráðuneytin síðan gerist Steingrímur, hann var ekki bara fjármálaráðherra, hann var allsherjarráðherra. Já, slitastjórnina voru þarna, náttúrulega, Primus Motor. Já. Slitastjórnina sem stýrðu. Og hafðu þið ekkert með það að gera hvernig þetta væri skipað eða neitt? Nei, ekkert. Ekki nokkuð skapað. Nei. Það er nefnilega akkurat allir einn vormánuðin þarna 2010 þá var nefnilega mér tilkynnt það að útvarpssaga fengi að lifa fram á hausti með vísalegri kveðju þannig að þetta er nú bara alveg dæmalaust en við höldum áfram að ræða þetta og
Bestu þakki fyrir komin að hinga ræða skýrslu Vigdísar og síðan Villikettina og vegferð Vafki, ný bók sem bara kom út eftir Jón Torfason, það Bjarni Harðarsson og Bókakaffi og Selfossi sem gefur svo bók út eigi maður rétt. Sæmundur, já. Árla Bjarna. Já, þið komið vonandi í næstu viku og við höldum áfram að ræða þetta. Atli Ingibjargar Gíslason fyrrum hæstaréttarlögmaður og alþingismaður, bestu þakki fyrir komin að hingað út af sögu. Sömuleiðis. Takk fyrir.